bara verið velkomnir velkomin á málstofu röðin okkar tengsl rannsókna og kennslu og við í kennslumiðstöð höfum það verkefni samkvæmt nýrri stefnu Háskóla Íslands, þá höfum við það verkefni að veita ráðgjöf eða halda námskeið fyrir kennara þessi mikilvægu tengsl og þetta eitt af aðalstefnumiðum í nýrri kennslustefnu Háskóla Íslands, það hvernig á að tengja saman rannsóknir og kennslu. Og við vorum með, eins og við sjáum hérna, þú ert búin að opna annað, þú varst með svo gott annað hérna sem ég ætlaði að benda á. Við vorum með í janúar, vorum við með ráðstefnu, eða námstefnu eða ráðstefnu, sem var haldin af frumkvæði stúdendaráðs og var síðan haldin í samvinnu við kennslumálanefnd og kennslusvið og kennslumiðstöð, þar sem að þetta var eitt af umræðuefnum sem rætt var hvernig tengjum við saman rannsóknir og kennslu. Og við fengum svo í kjölfarið í vor, í maí minni mig, hingað til lands breskan fræðimann eða sérfræðing sem heitir Mick Healy og sem var með málstofu. Voru þið á þeirri málstofu? Já. Ég var ekki með. Nei, ok. Sem hélt málstofu hvernig hægt að vinna með þessi tengsl. Því það ekki mjög einfalt og það hægt að fara margar leiðir. Og við höfum fundið það þegar við verðum að biðja fólk að koma inn, að kennara að koma inn að segja frá sinni reynslu að því að nota tengja saman rannsóknir og kennslu og þá hafa margir sem hafa ekki viljað að koma, hafa borið það fyrir sig að þeir séu ekki að nota sína eigin rannsóknir í kennslu. En kennsla og rannsóknir og tenging þar á milli gengur út á margt fleira og ég ætlaði bara að benda ykkur á að þetta ekki að heimasíðan okkar. Þar eru tvær stóra skýrslur sem að Mick Healy meðal annars meðhöfundur af. Önnur heitir Linking Teaching and Research in Disciplines and Departments og hinn heitir Developing Undergraduate Research and Inquiry. Það eftir Healy og Alan Jenkins. Það sem fullt af góðu ráðum með það hvernig fólk getur í ólíkum greinum tengt saman rannsóknir og kennslu. Og svo bara að lokum áður ég hleypi okkar góða fólki að, þá erum við með í nýlegu fréttablaði kennslumiðstöðvar smá svona greinagerð þessar hugmyndir Healys og svona tabla eða matrixa sem að þeir nýta dálítið mikið sem að svona sýnir hvernig hægt að tengja kennslu og rannsóknir saman á mjög ólíkan hátt og við erum náttúrulega að gera það í háskólanum. En öll þessi gögn eru á heimasíðu okkar. En svo höfum við fengið, það sögðu ekki allir sem sagt nei, það voru tveir góðir sem sögðu já og það hérna Erlingur Jónsson sem að þú ert af menntavísindasviði og Hrefna, ég man ekki hvað stótt, Gunnarsdóttir sem kemur frá One og þau ætla semst að gera stuttlega grein fyrir því hvernig hvaða tilraunir þau hafa verið að gera í sinni kennslu. Og Erlingur, vilt þú ekki byrja? Já. Fyrst þú búin að stilla öllu upp og svona. Það komið í sæl. Ég ætla ekki að hafa þetta mjög formlegt en samt sem áður að setja smá, ég með nokkra glærur og ég vil bara fyrst þakka fyrir að fá að koma og tala hugarefni sem mjög kært og það var mjög ánægilegt að taka þátt í þessu með kennslumiðstöð í janúar og stúdentaráði og svo aftur í vor. Þessi breyti var mjög skemmtilegur og síðan þá hef ég þroska og þróa þetta módel okkar enn meir og því að ég tel mjög mikið að tengja rannsóknir fræðimanna og rannsóknir annarra fræðimanna inn í þá kennslu sem við ert að vinna með í rannsóknir háskóla, ekki minnst þegar háskólan númer 271 smá útidúr en það sem sagt mjög mikið að þetta tengist. Í janúar þegar ég talaði þetta og aftur núna þá finnst mér mjög mikið að taka fyrir eins og Guðrún kom inn á hérna í byrjun að þetta lagt upp með þetta í framtíðaráætlun eða framtíðarstefnumótun háskólans og hæfni viðmið og þekking og leikni og hæfni mjög mikilvæg í námskeiðunum og ég tók þessi atriði fínt upp úr hæfni viðmiðum og því sem stendur í
í stefnu Háskóla Íslands til 2016, ekki 11-2016 og ég skoðaði þetta alltaf á og til hvað til að hrista upp í það sem við erum að gera. Ég ætla ekki að þið þekkið þetta. Og við vitum líka eins og stendur í stefnu Háskólans og við Rannsóknarháskóla, hverju rannsókninni, þekkingasköpun, ný vitneskja, nýnæmi, nýsköpun. Það gildi og skapar ávinning, þetta mjög mikilvægt og þróun og verðmætasköpun og allt þetta leiðir til betra samfélags. Ég legg eins og sagði mjög mikið upp úr því að nota okkur eigin rannsóknir og ég býð náttúrulega svolítið af því að við erum í þannig umhverfi í íþrótt- og heilsufræði að það er mjög auðvelt að nota þekkingu sem þú ert að afla þér af því þú ert að vinna með þannig viðfangsefni. Og ég bara vanist í alveg í gegnum mitt doktorsnám og postdoknám og nám erlendis og bæði í Noregi og Kanada að exponera þetta áfram inn í kennsluna. Og mér finnst það mikið hluti að námi nemandi í háskóla að þeir fái nýjustu þekkinguna, ekki bara það sem stendur í kennslubókunum heldur og þetta leiðir svo líka til augljósra tengsla milli rannsakenda, stefnumótana, atvinnulífsins, ríkis, sveitarfélaga og svo framvegis og þetta á sérstaklega þá við það sem við erum að gera sem getur verið mjög stefnumótandi, það sem við erum að skoða heilsu og vellíðan og velferð fólks og ég hef notað þetta mjög markvisst eins og Magnús kom inn á en það eins og Guðrún sagði, það ekki allir sammála hvort eigi að nota sín eigin rannsóknir í kennslu en ég og mínir samstarfsmenn, við höfum búið til námskeið rétt og slett upp úr stórum rannsóknarverkefnum og það 2-3 námskeið ég kemur aðeins inn á þetta sem bara hrein og bein búin til af því að við erum búin að skapa svo mikla þekkingu og mér finnst það mjög mikilvægt og nefndur kvartastundum yfir að það allt of mikið á rannsóknum en þá maður ekki bara að vitna í sína eigin rannsóknum, maður líka að draga inn alþjóða rannsóknir og það sem að gerast og þetta finnst mér skila sér rosalega mikið í að auðvelt að fá meistaranema, auðvelt að fá doktorsnema og það eru margir sérstaklega ef þetta gert þessi komið strax inn í grunnnámið og þannig að maður verður að hugsa þetta svona í heildarpakka, ekki bara það sem gert í grunnnáminu því að það hefur verulega áhrif á það sem getur gert í meistaranáminu og ekki minnst svo hvað kröfur og hvað challenge þau getur beitt nemendum þegar komið í doktorsnám. Ég held að menn sé ekki alltaf að hugsa það þegar menn að skipuleggja kennslu í grunnnámi. Ég ætla að taka hérna bara 2 praktísk dæmi námskeið sem við höfum verið að þróa undanförnum árum. 1 úr grunnnámi og svo 2-3 hérna meistaranámi. Ég er með fullt að glæri að hoppa hratt yfir þær. Halda minn tíma hérna í 10-12-15 mínútur. Eitt námskeið sem ég hef þróað mikið í grunnnáminu, ég kenni að vísu lítið í grunnnámi í íþrótt- og heilsufræði, bæði vegna þess að ég hef verið mikið í stjórnun og áherslurnar hafa verið meira í meistar- og doktorsnámi, en það er eitt námskeið sem ég hef kennt í grunnnámi og haft hönd í baka með að þroska og breyta og það er vöxtur og þroski barna og viðfangsefnin eru offita, sykursýki, hreyfing barna, áhrif næringar og vöxt og þroska barna, líkamsvöxtur, börn og unglingar, hreyfing, hreyfiþroski og svo rannsóknir sem við förum töluvert inn í og þetta strax á fyrsta misseri öðru misseri í íþróttanáminu og hérna ég nemendur að lesa fullt af vísindagreinum og hér eru textbækur á bakvið og ég get fullyrt að stóran hluta af þessum námskeið gætu eingöngu kyrt á niðurstöðum sem við erum með í rannsóknum. En við gerum það ekki, en við notum fullt af öðru til að krydda námskeið og styðja okkur við kennslubækur. Smá listi yfir það rannsóknir sem við notum í þessu samhengi. Rannsóknstofa í íþrótt- og heilsufræði, hér hefur listað einar 7 stóra rannsóknir og í þessu námskeið þá höfum við fyrst og fremst notað þetta meira svona longitudinal, cross-sectional stúdíur sem eru mjög margar, lífstíð 9 og 15 ára atgefi ungra Íslendinga sem framhald af þetta sama rannsóknin. Og svo höfum við verið með framhaldsskóla og svo höfum við verið með heilsufar ákveðna hópa, fleiri rannsóknir í framhaldsskólum. Við höfum með hreyfingu og heilsu grunnskólabarna með þroskafrávik
Þetta svona meira þessar cross-sectional stúdíu sem ég hef tengst, það eru fleiri til rannsóknarstofur hjá okkur og svo eru meira hérna fyrir neðan þetta íhlutunar rannsóknarverkefni sem við höfum verið að framkvæma. Þannig ég hef sótt mikið af gögnum inn í þessar rannsóknir þegar ég að tala heilsu framhaldsskólabarna eða heilsu grunnskólabarna og þroska. Þá hef ég tínt svolítið út úr þessum rannsóknum og það hefur verið mjög auðvelt og mér finnst það mjög mikilvægt. Krakkarnir eru mjög ánægðir með það og það er oft ertu hérna líka með krakkar sem hafa tekið þátt í rannsóknum. Já, ég var nú með í þessu og það vekur ónefnilega miklu meiri ánægju og þau vera miklu virkar í að ræða hlutina þegar þau vita að þau tóku sjálf þátt í þessu. Og hérna eru margar rannsóknir sem longitudinal rannsóknir sem sumir hafa tekið þátt einu sinni tvisvar stundum sko. Þannig að við þekkjum allt þetta með offitu, hvernig hún hefur aukist og breyst rosalega mikið á undanförnum árum. Við fókusum töluvert á það í þessu og tíðnistölur og hvernig þetta að þróast. Þetta er mjög alvarlegt ástand sem þarf að einblína miklu meira á. Í þessu samhengi þá höfum við líka fullt af gögnum sem við getum sýnt fram á. Hérna er ein mynd sem ég nota oft í þessu samhengi. Það er tíðni, ofþyngd og offitu nýra íslenskra barna með gögn alveg síðan fyrir 100 árum síðan og getur sýnt að svo kom okkar rannsóknir hérna inn frá 98 á. Áhugavert að þetta er aðeins að stabiliserast, þetta er ekki að aukast, það er mjög jákvætt. Það ekki haft góða áhrif, þið fóruð að rannsaka þetta 98? Nei, það er svona afleiðing meira held ég að Pizza Hut og McDonald's held ég að við sem að koma inn í þetta, ég halda að ég vona það allavega, og hérna erum við með fullt af verkefni sem við getum sett inn í púkið. Og sem er bara mjög áhugavert. Við eigum náttúrulega fullt af tækjum og það er líka spurning með svona kennslu, hversu mikið metodológíka þú dregur inn í svona kennslu. Við notum mikið af svona hreyfimælum, þar sem við getum, hérna erum við með niðurstöður og einföldur hreyfimælingu. Ég hef stundum bara vinnu umræðu tíma til dæmis svona virknimælingar, hreyfimælingar. Hérna erum við 2 einstaklinga. Þessi er mjög virkur. Hérna notum við hreyfimæla sem eru svona GPS-tæki sem setur á krakkana og hérna undir þessum kúrfum eru hreyfingar hjá þessum einstakling og hérna er einingin af því og hérna séu annars hreyfis ekki neitt. Þetta er mjög auðvelt að fá, þetta geta þau verið sjálf með krakkanir og þau geta fengið data sjálf á þessum hreyfimælum sem við eigum hátt í 100 svona hreyfimæla og þótt að hver og einn kosti 70-80 skall þá eigum við 100 stykki. Þannig að við getum gert svona lab í þessu samhengi sem er mjög mikilvægt. Ok. Fullt að halda tíma þá ég hef þróað þetta áfram í meistaranáminu og meðan með Janusi sem er hérna með okkur. Ég hef verið svona innmúlið að halda utan allan að 4 námskeið, ég hef kennt mjög mikið í meistaranáminu. Það heitir meistaranám í íþrótt og heilsufræði. Þjálfunarlífeyrissfræði er stórt námskeið sem flest allir nemendur eru ekki á myndlistasviði, koma annars staðar frá. Við erum með faraldsfræði hreyfingar sem er svona sjúkdómsfræði og stórt námskeið. Og öldrun og hreyfing, öll þessi námskeið erum við með mjög mikið eigið data, eigið niðurstöðum og erum með verkefni sem tengjast vettvangi. Eitt námskeið sem við erum að búa til núna, sem ég er að kenna fyrsta skiptinu í haust og ég var sveittur í gær að undirbúa eitt fyrirlestur og lesa mig upp á þessu. Það er heilsuefling. Til að bregðast við íslensku samfélagi og heilbrigðiskerfinu þá þurfum við að efla heilsueflingu. Við þurfum að auka vægi heilsueflingar í náminu og líka í okkur samfélagi að heilbrigðiskerfið fyrirbyggi meira heldur en að gera við, fyrir að segja það einfalt. Þannig að ég ætla ekki að fara út í þá umræðu hér, það er allt annað vettvangur að tala um hana. Í þessu námskeiði þá tókum við 2 kennslubækur og byggjum það á þeim. Þetta er yfir 10 eininga námskeið, stór námskeið og hitt sem ég var að tala um grunnnáminu líka 10 einingar. Hérna notum við beint þá hugmyndafræði sem við höfum verið að nota í okkar íhlutunarrannsóknum. Og því að markmiðið í svona námskeið er að nemendur fá þekkingu og undirstöðu heilsueflingar, framkvæmd mat og vettvöngum, hvar getur framkvæmda og hvernig og svona. Nemendur eru færni til að setja af stað og halda utan og viðhalda heilsueflingaverkefni innan ákveðins vettvangs að námi loknu. Það er þessi praktíski
heilsuefling kannski svolítið framandi hugtak fyrir ykkur sem hérna, en við erum að gefa þeim hérna alls konar verkfæri til að koma að stað heilsueflandi verkefnum á mismunandi vettvangum í samfélaginu. Þau vinna í skólum, þau vinna í fyrirtækjum. Umræðan í síðasta tíma var mjög mikið svona að þú ert með stórt fyrirtæki og þú ert með fullt af fólki sem að hreyfa sig og annar sem ekki að hreyfa sig, sumir hreyfa sig lítið og sumir mikið. Bara stór challenge hvernig þú fær alla til að hreyfa sig. Og þessi sem ekki hreyfa sig neitt, þeir eru með minnumáttarkenningar hvort öllum ofurhugunum og þeir sem eru að hlaupa í eysuna á hverjum degi. Þannig að það er alls konar challenge inn í svona námskeiði. Og hvernig við komum þessu áfram. Nú, í þessari námskeið þá hef ég mjög mikið notað þessi tvö stóru verkefni, lífstíð 79 ára. Það mun 3. doktorinn nú í desember og 5 meistaranemar. Hér hafa 5 meistarar, eða 6-7 meistaranemar klárað og Janus að klára sína doktorsritgerð. Þannig að við höfum fullt af gögnum sem við notum beint inn í svona námskeið, sem gerir það mjög skemmtilegt og það er líka miklu auðveldur að kenna það með miklum gæðum þegar þú hefur reynslu af vettvangi. Hvernig þú framkvæmir heilsueflingu, hvernig þú framkvæmir að breyta lífsstíl og öllu þessu. Og það styrkja mig mjög mikið sem kennara að geta nota þetta beint. Og það er bara gert með vilja að búa til námskeið, að hluta til, búa til námskeið sem tengja þessi rannsóknum. Og þessar rannsóknir eru alveg fyllilega og þetta eru allt birtar greinar upp úr þessu og fyllilega standardskröfur alþjóða háskólaumhverfisins. Var bara núna síðast að nota upp úr þessar rannsóknir sem Janus tengist, líka svo heilsuhæft eldri aldurshópa. Og hérna hef ég notað svolítið svona hvernig við gerðum í þessari rannsókn. Við þjálfuðum eldri einstaklinga, 130 manns á hverjum einasta degi í 6 mánuði og það þykir mjög gott að hafa gert það og ég er að segja hvernig aðferðafræði við notum. Hvernig færðu fólk til að hreyfa sig svo mikið á hverjum einasta degi í 6 mánuði. Það er mjög mikið afrek í sjálfum sér. Þannig það nota ég ákveðna hugmyndafræði hérna upp úr þessu verkefni og inn í þetta námskeið. Plús að hafa þá bókina til hliðsjónar og það sem, því að kennslubækurnar eru oft 2-3-4 ára gamlar. Og í þessu mikla reyti sem er á nýjum upplýsingum, lífsstílsbreytingum og öllu þessu, þá bara sumt af þessu ekki nógu gott. Og heldur að það skipti máli líka, eru það ekki íslenskar? Ja, enginn er íslensk. Það er aukaatriði. Hér er allt á ensku og þau fór lesa enska greinar sem við erum... Ég meina heldur að það skiptir máli að viðfangsefni sem að glíma við eru rannsóknarniðurstöður úr íslenskum veruleika frekar en erlend. Jú, það skiptir verulegu máli, sko. Þau tengja sig miklu betur við þetta og eins og ég sagði áðan, þau þekkja aðstæður, þau þekkja þáttakandur efniviðin, umhverfið sem þetta er framkvæmt í. Og við erum til dæmis í þessu heilsueflingarnámskeiði með ameríska bók sem er mjög amerísk. Og þið veitum hvernig ameríska bækur geta verið þegar þær eru mjög amerískar. Það eru uppteknir sér og sínu umhverfið og allt slíkt og gleyma raunveruleikann frá utan. Þannig að þú getur stillt það svolítið af í svona með því að nota íslenska raunveruleika. Síðasta glæran sín ykkur er kannski, Janus þekkir þetta, Janus Guðlusson hefur búið til þessar glærur. Það sem er aðpointin sem ég hef verið að ýta úr þessari rannsókn er, hérna hefur við með magnhreyfingar, hérna eru vikur, 26 vikur. Og það sem við hefur verið að ýta í þessu samhengi er þessi línulega aukning á hreyfingu. Hvernig þú breytir álagi á einstaklingin, línulega aukning á 26 vikur. Og það er svo mikilvægt að hafa aukninguna hæga en ekki átak í kjólinn eftir jólin, heldur hér er línuleg aukning á áreynslunni. Og hérna tengi nákvæmlega inn okkar hugmyndafræði sem við notum í þessari rannsókn inn í þessa heilsueflingadæmi. Ok, þá við hleypi spurningum og hrefnu af. Já, spurningar þannig að þetta er eins og í grunnnámskeiðinu.
Þá eru þau segir að nota ykkar rannsóknir sem efni til umræðuna og til sem bara námsefni, eða ekki? Jú, við stundum, við höfum líka látið vinna í tölfræðinni sem svona hliðar aðferðafræðinámskeið og þá hafa þau fengið gögn úr þessum rannsóknum og eiga að búa til Háskóli Íslands og allir að drukkna í gögnum. Það allt og mikið af gögnum og ég búinn að standa hérna fyrir mjög stórum rannsóknum og við erum kannski búin að nota 40% af gögnunum. Hitt ónotað og akkur ekki að leyfa nemendum í tölfræði að pönsa saman eða slá saman body mass index eða líkamsþyngdarstuðli sem þú birtir hvort sem ekki. Þannig að það mjög, já. Þetta sækjum ykkur viðbótar leyfi til þess að leyfa nemendum að nota gögnin eða sækjum varðandi vísindasiðanefnd eða persónuvernd. Eða ertu búin að búa svona hnútan að megi nota þau fyrir, eða nefndi megi meðhendla þau. Er það eitthvað issue? Það ekkert, ég hef passað mig á því þegar ég verið að sækja vísindasiðanefnd. Þeir voru snemma og persónuvernd núna eftir þetta hrun svo kallað, þá hafa menn verið að velta sér upp úr því hvað í meistararíkjunum ætlar að nota og hvað ekki og svo framvegis. En mér finnst þetta að hafa minnkað svolítið núna. Ég hef búið þannig hnútana að 2-4 meistaranemar munu vinna sín verkefni og þótt að séu BS-nemar eða B1-nemar að vinna eða BA-nemar að hluta úr því, þá kemur þeim það ekkert við. Það er ekkert vandamál. Þeir hafa yfirleitt ekki verið að blanda sér í það. Og við erum búin að fá leyfi, allar þessar rannsóknir unnum í hjartavernd og allt undir kontroll þannig að Ég held að það var hérna í síðustu viku fulltrúi frá Félagsvísindastofnun sem var að tala um að þau eru í þeim prósess að gera alls konar niðurstöður aðgengilegar fyrir nemendur þannig að kennar geti nýtta fyrir nemendur sína í svona verkefni svona gögn sem ekki hafa hugsanlega verið að nýta fullu eða bjóða upp á svona skemmtilega vinningu nemendur. Já, það er mjög Já, við vorum með doktorsnámskeið upp á Laugarvatni við Háskóla Íslands í sumar þar sem voru 35 doktorsnemar á þessu sviði og 7 íslenskir og styrkt af Nordforsk. Það sem ég satt með eftir þá doktorsnámskeið heila viku að menn að nota alltaf meira og meira fyrirliggjandi gögn. Það er rosalega dýrt að fara í alla þessar gagnasafnanir. Eins og fyrir menntajurtasvið að námsmatsstofnun situr á öllu PISA-gögnunum og öllu þessu. Þeir geta fengið meistar og doktorsnemar í mörg ár fram í tíma á þess að safna neinum gögnum. Það er bara að pönsa þetta saman og keyra þetta saman. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að vinna miklu meira saman á þessu. Ég fagna því að menn eru farin að hugsa þetta aðeins. Þetta er þá ég heitir Hrefna og ég er lektor í rafmagns- og tölvunardeild Háskóla Íslands og ég er svo kannski öðruvísi svona sýn á hlutina heldur en þið hafið af því að við erum ekki að drukkna í rannsóknargögnum. Þannig að mitt markmið, ég ætla bara að fara í gegnum svona markmið sem ég hafði, ég ætla í raun og veru að fara í gegnum bara útfærslu á verkefni sem ég bjó til. Og hvernig ég púslaði því, ég þræddi því inn í námskeið sem raun og veru þarf ekki að vera með neina rannsóknir eða neitt rannsóknartengt inn í sér. En með eitthvað sem bara mig langaði til að gera. Þetta var sem markmið sem ég hafði, það sem ég lét nemendum að gera, tímalínuna, þetta er svolítið langt verkefni, sýna ykkur matskvalan sem ég bjóð til og svo umhugsunarefni og viðbrögð nemenda. Það sem allt svona verkefni eru kannski svolítið af eigingjörnum grunni sprottir en það sem fékk mig svona til að hugsa, stoppa hans að hugsa var það að þegar ég kláraði mitt BS-nám á Háskóla Íslands það hafði ég ekki hugmynd svona heim rannsókna. Ég hafði ekki hugmynd það, þú veist, að sumar vísindagreinar væru sérstaklega merkilegri heldur en aðra, hvað væru merkilegustu, þú veist, hlutirnir, ég hafði ekki hugmynd ráðstefnur, ég vissi ekki að þau væru fyrirbæri sem maður þyrfti að fara á, vegna þess að verkfræðinámið er bara þú kemur, þú lærir og svo ferðu út í atvinnulífið. Það vantaði einhvern veginn alveg þennan svona hvernig fólk kemur saman, skiptist hugmyndum og allan prósessin raun og veru sem í þessum heimi rannsókna. Þannig að mig langaði til að reyna að draga krakkana í gegnum raun og veru svona ráðstefnu simulásjón, búa til.
eitthvað svona útdrátt og safna saman í sem fyrirlestur og halda síðan svona míniráðstefnu. Og ég vildi líka neyða þau til þess að gera verkefnið ekki kvöldi fyrir skil. Af því að það þú veist, klassískt úr með eitthvað rannsóknarverkefni og þá skila því, 15. mars og það allt saman gert 13. og 14. mars. Þannig að þetta var sem sagt allt saman unni í litlum pörtum í langan tíma. Ég gaf mér tíma til þess að reyna að gefa krökkum endurgjöf til þess að reyna að bæta það sem þau voru að gera. Og eins og segja, ég vildi það að þau væru með þá litla ráðstöfnu sem ég komst upp með vegna sem 15 nemendur sirka bót. Þetta er ekki stór hópur, þetta er 3. árs nemar. Þannig að verkefnið, það var einfaldlega að þau þurftu að velja sitt eigin fullorðinarefni. Það vill svo til að þetta námskeið sem heitir loftnet og bylgjuútbreiðsla, það er svo stórt og það er ekki nokkur leið að fara yfir allt saman af einum kennara. En það er fullt af ímyndaukum, það er fullt af stórum loftnetsklösum hér og þar sem allir sérstakir. Hver og einn hefur sín einstök tilbrigði. Að þú með þráðlausu farsíma og með tölvurnar, það er alveg sér kapítúlta fyrir sig. Það er fullt af litlum hlutum, fullt af litlum verkefnum út allt. Þannig ég segi, farið og finnið eitthvað sem ykkur finnst áhugavert. Og þið eigið þess að takmarka ykkur til þess að þið verða ekki að tala það 8 mínútum. Það má ekki vera stærri heldur en það. Það vil, ég sagði þetta þið að finna heimildir. Einhvers konar hugsun það að sumar heimildir séu merkilegar en aðrar. En samt viðurkenna það að það byrja allir á Wikipedia. Sérstaklega fyrir loftnet og bylgjuútbreiðslu. Það er mjög fínt efni á Wikipedia hvað var þetta efni. Þannig að ég sagði Wikipedia fín en svo þurfum við að fara lengra. Úrdráttur, eitthvað sem ég hefði aldrei fengið nokkuð svona formulega kennslu í. Skrifið góðan úrdrátt. Þetta er auglýsingin ykkar. Ópersónlegur, hnitmiður, áhugaverður. Margir fyrstu útdráttunum byrjuðu með mér finnst þetta rosalega áhugavert efni vegna þess að og mér er alveg saman hvað þér finnst áhugavert þú ert að láta mér finnast það áhugavert þau ættu að halda stuttum fyrirlestur ég hef einmitt mikla reynslu þegar fara á ráðstefnum þar sem að hver getur talað í 8 mínútur sem er merkilega stuttur tími en setur ákveðnar kröfur á fyrirlesarann þú getur bara sagt svo mikið þú þarft að vera mjög hnitmiður og búin að æfa þig og svo síðast en ekki síst þá sem sagt kemur þetta vísindalega þessi gagnrýnin að þú þarft að leggja mat á verk annarra og það var sem sagt gert nafnlaust og við penguldi trikki vegna sem þetta er lítill nemendahópur þeir allir búin að vera saman vita allir hver allir eru og þetta er svona þess að passa mig kennslufræðilega sér þetta sem myndir sem að Guðrún var að vísa í fréttablaði kennslumiðstöðurinnar nú rétt áðan það sem ég var að reyna að fiska eftir var þetta maður getur svona hálft valið hvort sem nemendur séu þáttakendur þar sem þau eru að gera hlutina sjálf eða hvort það séu viðtakendur og svo hvort maður séu raunverulega að reyna að fá okkur á niðurstöður eða hvort maður séu raunverulega að fá hugsun rannsóknar viðfangsefnið og það sem ég var að reyna að gera var ég var að reyna að fá nemendurna til þess að vera aktífa til þess að vera þáttakendur og búa til sitt eigið verkefni og mér var eiginlega alveg sama með niðurstöðuna ég vildi bara að þau fyndu sér áhugavert viðfangsefni og þau getur komið því frá sér þannig að aðrir skildu og öðrum fyndist það áhugavert þannig að ég var svona stundum það rannsókna námskennslu í raun og veru ég var að kenna þeim að vera hvernig maður tekur þátt í rannsókna heiminum eitt sem ég gerði sem sagt það var að reyna að draga verkefni svolítið út þannig að það svona fjall inn í þennan kúrsinn og ég byrjaði bara því eftir þetta er kennt á vormissari þannig að fyrst í með árum ég fór bara að kenna tungutakið hvernig ég talar loftnet ég talar bylgjuútbreiðslu það er fullt af alls konar hugtökum sem maður þarf að geta vita hvað eru til sem að geta tjáð sig þessi fyrirbæri þannig að þið voru búin að svona nokkurn veginn á grunninum þá var þau sagt að fara að velja sér einhvers konar áhugavert efni sem eitthvað sem þeim fannst áhugavert og þetta var sett á opin umræðu þá fyrstu kemur fyrstu fær einstaka hafði spurningar hvort þetta væri of vítt og breytti eitthvað og ég bara svaraði því vikunum þar eftir þá bjáðum að skila uppkasti úrdrætti allt aftur nú opin umræðu þannig að allir sáu og gaf leiðbeiningar frá þessar ágæta síðu sem er svona skásta síðan sem ég fengi eða fundið afstæðtæki vonast að lesa þetta á svona skjá en það brýta saman niður í eitthvað svona motivation problem statement methods, procedures, approach, results, findings, product and conclusion, implications og síðan er bara ansi góð svona sýni abstrakt fyrir neðan en ég gaf þeim þetta
sjá. Og síðan svaraði því hverju nemenda umræðafræði. Þannig að það var mikið þetta ekki blogg, þú ert ekki að skrifa bloggpost. Mér alveg sama þó svo að það sé léleg móttaka í eldhúsinu heima hjá mömmu þinni. Þú veist, við ætlum ekki orða það þannig. Og einhver sem að sendi hérna inn mjög svona, þú veist, samsæriskenningar, einhvers konar loftnets, þú veist, harspeit, einhvers þar í Alaska að stjórna heiminum og þú veist, og geimverur og okkur svona, maður þurfti svona aðeins að bakka fólk niður og svona, þú veist, kenna það abstrakt þau eru ópersónuleg, þau eru svolítið svona hnitmiðu, en þau þurfa samt að vera áhugaverð, án þess að maður haldi að manneskja sem er að skrifa sig eitthvað skrítin. Þetta svona balans. Tveim seinna settist heimadæmanúmer, ég setti þetta inn í vikuleg heimadæmi. Þannig að þetta heimadæmanúmer og þau koma alltaf í hverju vikuna, svona smá skammtur og 2 vikna fresti. Síðan áttu að skilja uppkastaglærum, beint í mín. Og með uppkasti þá meinti ég minnst að kosti verið búin að skipuleggja fyrirlesturinn. Sendi mig glærur sem eru, þú veist, með heading, með höfuð svona gafli. Þannig að þið viti svona söguna sem þið ætlaði að segja. Það þarf ekki að vera búið, en ég vil fá að vita svona hvað þið eru að hugsa. Og þá aftur svaraði ég semst hverju nemenda reynda prívat og persónu þetta skiptið og það var þá hlutur eins og þú veist, ég get ekki elt þessa glæru og þessa glæru, þetta passar ekki saman, það vantar allar myndaheimildir, passa að gera heimildir, svona þannig hlutir. Síðan 2 vikur seinna eftir það, þá kom svona, nú þarf þetta að fara að vera tilbúið, þau þurftu semst að klára fyrirlesturinn og uppfæra úrdráttinn til samræmis við hann. Og eftir það, þá bauð ég þeim að koma og tala við mig. Þannig að ég stóð með þeim í tölvuna og ég fór yfir fyrirlesturinn, ég fór yfir úrdráttinn, talaði mig í gegnum úrdráttinn, skrifuð niður. Ég held að ég verið sent einum að tegja mér, þú veist, nokkra setningar til þess að laga. Svona, þú veist, þannig ég var að reyna að hjálpa þeim og fyrirlesturinn þá svona var ég að reyna að þess að lasi mig í gegnum fyrirlesturinn og benti þeim að hluti eins og sko til þess að missa ekki áhörenduna. Þú veist, þú þarft að segja og nú ætlum við að tala. Svona þú veist að hjálpa þeim með framsögnuna vegna þess að verkfræðinemar halda aldrei fyrirlestra. Það bara gerist ekki. Þeir eru alltaf að gera sín verkefni, þeir tala aldrei við neinn annan, þurfa ekki að standa frammi fyrir fólki. Og sem er það á ekki að vera þannig, en það er þannig í praxís svolítið. Fyrir utan það reyndar, ég held að sko sumir nemendurnir sem með þetta voru, því það voru svo, þau mega velja svolítið síðasta vorið. Það voru einhverjir nemendur sem héldu sko 3 fyrirlestra á þú veist og 2 vikna tíma. Okay. Og það var þú veist fyrstu fyrirlestur sem þú haldið í 1 eða þú veist 2 ár eða eitthvað líka. Þannig að þetta er svona fengilegt, þetta fyndi vegna þess að þú veist partur af verkefninu er að koma, eða partur af starfinu er að koma upp og sannfæra fólk að hafa rétt fyrir sér. Og segja þú svona ég á að gera hlutina og ég þarf að geta tala og tjá mig upp fyrir töflu. Hvað er það? Þannig að þetta semst mjögulega held ég gekk svona ágætlega, ég sá það semst þegar ég heldur fyrirlestur og þau voru svona að hugsa söguþráðinn og hvað það voru að segja. Fyrirlesturinn voru síðan haldnir, það voru 8 fyrirlestrar á dag, það tók 2 daga og gekk bara rosalega vel og ég bara, ég fannst það bara frábært. Og svo heimadæmi þar á eftir, þá átti hver nemandi að skrifa gagnrýni, uppbyggilega gagnrýni á úrdrátt og fyrirlestur 3 samnemenda sem ég hafði úthlutað fyrir. Og það var allt nemendur sem hefðu haldið sem fyrirlestur sama dag og þeir sjálfur. Þannig að við pottið á svæðinu. Og þetta tók ég saman og sendi síðan á viðkomandi nemenda. Og það var svona fyrsta endurgjöfin sem þau fengu. Svona til þess að halda í höndina á þeim og mér, þá setti ég saman matskvæði. Þetta er enda matskvæði sem ég setti saman eftir að ég keyrði verkefni fyrsta sinn. Þannig ég fekk verkefni í hendurnar og svo þurfti ég einhvern veginn að gefa það einhvern. Og þannig ég setti saman hennar matskvæða og síðan rétti ég næsta hóp matskvæðan í upphafi misseris og þau hefðu hann þá til hliðsjónar það svona hvað ég var að ætlast til. Eftir að hafa starað matskvæðan í aðeins og miklu smáatriðum, þá myndi ég nú aðeins það er ég nú aðeins að laga hann til. En það er bara þróunin, en það var þá einhvers konar partur úrdrátt eða úrdráttinn, hvernig hann er orðaður, hvort það væri allir partar. Í dag myndi ég svo bæta við, þú veist, velskrifað, gaman að lesa, hnitmiðað, eitthvað svoleiðis. Efnistök, þú veist, hefur þetta eitthvað með okkar efni að gera, hæfilega fræði og tekník sem er gríðarlega erfitt að leggja mat á. En þú veist, ég endaði með, þú veist, það má ekki vera ekkert, það má ekki vera of mikið, en þú veist, það var ágætt að hafa svona 1 til 3 jöfnur, en útskýra þær þá.
Og þetta var eitthvað sem olli mín nefndu miklum sálarkvölum að finna út hvað væri hæfilega fræðilega og tækni eftir 8 mínútur. Það vekur umræðu. Það vekur umræðu og þau komið til mín og voru alveg, þú veist, ég er með efni, ég er með GPS og þú veist, ég get alveg ekkert sagt hennar jöfnur, þú veist, það er eitt jöfnuknippi og það er allt sem ég hef og þau eru bara stressuð. Og það var tilgangurinn á? Það var tilgangurinn svolítið ná, þannig að þetta var svolítið, en á móti kom þú veist, þegar ég fór að gefa sér einhvern fyrir þetta, þá var ég alveg, nýtt efni, það kom vegna þess að einn nemandi sem mætti mjög illa, hann endurtók basically hálft námsefnið upp á töflu í einu fyrirlesturum. Og svo flutningur hvort þau hefði æft sig, eða hvort þau voru stamandi upp á töflu. Heimildirnar, ég vildi að það nota góða heimildir, þau máttu byrja á Wikipedia, það var svona ekkert sérstaklega vel gert. Wikipedia og svo slatt af öðrum vísar, svona 4 aðra vefsíður og svo Wikipedia og svo 4 vefsíður og bækur eða greinar. Það er svona best. Og síðan hvort maður sé vísa rétt í þær. Ég var nú ekki með sérstaklega harðneskjulega kröfur hvað það varðar, en ég vildi þau sem minnst kosti tölu líka hvað myndir það komi. Og það er alveg ljóst hvert kæmi. Að fyrirlestur hafi upphaf, miðju og endi. Þetta var eitthvað sem hópurinn sem hafði ekki matskvalan í höndunum við upphaf ás klikkaði allt svakalega á. Það fóru allir bara að tala beint um það sem við ætlum að tala um og svo var bara allir búið. Og svo það sem kannski komið mest á munur á því að gefa fólki matskvari upphaf ás og svo ekki. Er það að þegar þú segir nákvæmlega hvað þau fá í hegningu fyrir að tala of lengi eða of stutt, þá æfa þau sig. Þannig að þau áttu að tala í 8 mínútur og svo tek ég bara nákvæmlega fram hvaða mínútubil gaf hvaða einhvern og langflestir náðu þessi akkurat inn í 8 mínútur. Sem að gerðist þess að seinna þegar þau hefðu þetta í höndunum, fyrra árið þegar þau þetta ekki í höndunum, þá voru fyrirlesturinn 15 mínútur, meira að minna. Og svo gerði ég nú smávægilega kröfum að fyrirlestur útdrætti myndi passa saman. Það er nú kannski heiðalegt. En þetta er ekki fullkomið. En fyrirlesturdagarnir, ég raði fyrirlesturum þannig að passa saman. Þannig að við vorum að farsíma fyrirlesturinn hérna og við vorum alltaf loftmyndsfyllt þarna og svona. Og það kom rosalega vel út. Þau komu og þetta svona flæddi mjög vel. Þau 8 mínútur og ég tók tímuna og svo var opið fyrir spurningar. Og það gekk bara mjög vel að fá spurningar. Það var bara, þú veist, þau regla liðið inn í þetta og ég var búin að segja fyrirfram, sá sem talar er sérfræðingur það efni sem hann er að tala um. Þannig að það er engin annar í salnum sem veit eins mikið það sem þeir eru að tala um. Þannig að þú veist, þetta er svona öruggt umhverfi. Fóru samt svolítið við tíma og það var mjög gott að ég var með dæmatíma, minn eigin dæmatíma dæmtu eftir. Þannig að við gátum svona aðeins tekt úr okkur. Það sem ég tók svona umhugsunarefni. Einn nemandi átti rosalega miklum erfiðleikum að velja sér efni. Hann bara gat ekki ákveða, þetta var of stórt. Þannig að hann fékk minni endurgjöf fyrir viki, hann gat ekki skrifa útdráttur hann bara fraus. Það tók hálftíma sirkabót að fara í gegnum munnlegu endurgjöfunum per nemanda. Þannig með 15 manns, það er ansi mikið af mínútum. Þannig að það komu þetta ekki allir, það voru ekki allir sem vildu fá endurgjöf. En þá voru 1 eða 2, mögulega 3 sem bara, þú veist, gátt ekki beðið og þurfti að fara og gátt ekki fengið inn endurgjöf. Það var svolítið leiðilegt. Nemendur vilja ekki lesa vísindagreinar. Nema að þetta var ekki nógu gott, þess að þessi aukapunktur var ekki nógu sterkur til þess að neyða fólk til þess að grafa svo vísindagreinar. Það var svona 1 og 1 sem fór að fann sig ykkur bók, en sko vísindagreinar eru bara svona svolítið mikið. Og það er kannski bara partur af því að það hefur ekki verið þjálfað upp þessi hæfni að lesa vísindagreinar í náminu, strax með upphafi. Þú veist, þau fá þetta í hausinn á 3. ári og þeim bara þau fórna höndum, sko. Það var mikið stress í kringum matskvarðan, eins og þess að tala um með hvað er hæfilega, fræðilega og tæknilegt og þau komu til mín og alveg bara ungu sínum. Ég, þú veist, sáu fram að fá ekki fullt hús stiga, þetta var mjög erfitt. Það sem mér vantaði var það að ég hefði kannski átt að tala gefa þeim endurgefa sína eigin gagnrýni. Ég raunverulega bara tók gagnrýnina þeirra og forvarðana áfram, ég sendi ekki til þess sem skrifaði. Og ég komst að því að það er nauðsynlegt að ritskoða gagnrýnina vegna þess að það var ein ummæli sem voru bara fyrir neðan allir heldur og voru bara dónaleg og hefði ekkert efnislegt málanleggja.
En almennt séð, þá fannst mér þetta, þú veist, heppnast mjög vel, fyrirlesturinn komið merkilega vel út, útdráttirnir voru bara gaman að lesa þá og ég hef alveg til í að sitja bara alveg ráðstundum þetta og sá pinglut eftir að hafa ekki kallað til fólk og sagt, þú veist, vil ég koma. En, já, það hefur þurft að fá sal og svona. Er það næsta skrif? Ég veit það ekki alveg. Það er ákveðið þessi, það er ákveðið tungutak sem þú þarft. Það er ákveðið svona, þú þarft að hafa ákveðin orðaforða til þess að tala þetta ákveðin efni. Og þó svo mikið þess að sé almennt, þá er svona pingulítið erfitt samt sko að hleypa bara hvernig sem inn. En ég veit það bara ekki alveg. Ég veist maður myndi gefa þeim ákveðið vægi, það var verið presentara. Já, en þá kemur móti sko, þá missir þetta öryggi. Þannig það sem ég var að reyna að gefa mér öryggi, þið þekkja öll hvort annað. Þið getið talað alveg á þess að gera einhverja fíbli, þú veist, það þekkja þetta. Svona að yngri minn. Það er mögulegt, já. Ekki mjög góð. Svo til. En ég fekk komment að einn nefandi kom sérstaklega til mér og hann finnst þetta mjög skemmtilegt og skemmtileg tilbreyting að vera ekki bara alltaf í fyrirlestum heldur. Þeir fengu að taka þátt og þeir fengu að gera eitthvað og leggja eitthvað til málana. Því þetta var alveg, þú veist, ég sagði líka, ég áskil mér rétt þess að koma spurningur úr fyrirlestunum á lokaprófi. Ég meina, þú veist, ég ætla, þú veist, kannski satt ósett spurningar en þær eru samt til stað, þetta er partur af námsefninu, þú veist, fylgist þið með. Og svo var hann sem sagði mitt að einn af bestu fyrirlestunum ég hrósaði, hún sagði mitt að það hefði verið gaman að fá tækifæri til að tala eitthvað sem hefði áhuga á. Þannig hún gæti tala loftnet sem sett inn í líkamann. Til þess að mæla dýrum og alls konar. Það er eitthvað sem henni fannst mjög áhugavert. Sem að ég hefði aldrei snert sem kennari. Þú veist, þannig að það kom svo, það opnaði, þú veist, það opnaði vel svolítið heiminn. Já, þannig að það var sem sagt mín reynsla og það var svona sem ég gerði. Eitthvað spurningar? Já. Þetta er rosa umfangsmikil vinna, ótrúlega cool, en svo var námskeiðið bara efnislegt námskeiðið líka. Já. Þannig að þú varst að gera eitthvað annað þessu. Sko, ég gerði þetta 2 ár. Fyrsta árið sem ég gerði þetta, þá var útfærslan ekki svona alveg. Fyrsta árið sem ég gerði þetta, þá vorum við að tala um að sko, í stæðan fyrir að setja 1, 2, 3, 4, 5 heimandæmi, þá voru þau 2. Þú veist, það var alveg bara skilið. Þú gafst þessu meira vægi í námskeið. Þannig ég er vel að gafa þessu, það var þegar ég var að skrifa námskeið og ég var að búa það til. Og var reynda með annars, og þetta varð eiginlega til vegna þess að, fyrsta ári sem ég kenndi þetta, þá átti ég að byrja að kenna annan kúrs það bil hér. Og sá kúrs, fyrirlesturnar á þeim kúrsi, ég átti þá að vera með 2-falda fyrirlestur á 50 dögum. Þannig ég sá mér leikaborð og segi, þau geta haldið fyrirlesturna þarna 2 50 í röð og þá hafa ég mjög gleðildara líf. Þannig að það var sem sagt upphafið. En fyrsta árið, þú veist, ég meina endurgjöfin var hræðileg. Þú veist, fyrsta árið var bara þau skiluðu, ég sagði flott og takk fyrir að skila. Og svo seinna því ég var búin að skrifa kennsluefni og átti það og svona rólegri og öruggari, þá gæti ég gefa mér hans tíma til að setjast niður og skrifa, þú veist, aðeins ítarlega endurgjöf. En þetta var kannski svona aðeins meiri vinna, en hún var skemmtilegur fyrir vikið og maður fann alveg að útkoman var betri. Þannig að maður, þetta var eitthvað sem maður gæti gefið ekstra orku og maður fékk eitthvað tilbaka, sem er ekki alltaf það sem gerist í kennslu. Mér finnst áhugavert hvað þú búin að lýsa allt öðruvísi svona kúltúr. Já. Það sem nemendur eru bara, finnst það sem er eðlilegt í ykkar námskeiðum eða námskrá að byrja bara strax á fyrsta ára glíma við rannsóknir. Þú ert að lýsa allt öðrum heimi. Í raun og veru, já. Við erum í raun og veru bara með kennslubækur og hér er bara hinn heilagi sannleikur. Já. Og ég menn það getur verið að sé eitthvað svona flott gröf af og til eins og þið eru með sko, en svolítið ekkert að ég kemur frá Íslandi. Ég menn það er ekki það mikið rannsóknarvirkni, þetta er það gamalt svið, það er ekki það mikið sem er að breytast, að það er svona, já það er verið að kenna fólki vinnubröð miklu frekar heldur en kannski endilega efnið. Já, en það er samt svona áhugavert fyrir þitt svið. Já. Að nota svona niðurstöður eða þína reynslu til að skoða aðeins svona, ættu við að breyta, ætti að vera fyrsta ári einhver meiri rannsókn eða er í lagi að nemendur sé í fyrsta skipti á þriðja ári að standa upp og segja eitthvað eða skoða fræðigreinar eða kannski er alltaf, ég veit ekki, en bara það þarf alltaf að taka umræðan það, hvar á þetta?
Hvar á þetta að byrja raunverulega, já. Það eru kennarar sem taka að sér hluti eins og að þú veist, búa til verkefni þar sem þau búa til svona meiri svona fræðigreinar. Þau sjálf skrifi svona fræðigreinarlegar, eða svona fræðigreinarnar. En ég var raunverulega hafði ekki áhuga á þú veist að láta fólk skrifa fræðigreinar og ég vildi gera sérst hinn partinn. Þannig með það að þú þarft að koma hlutunum frá þér, pakka þeim saman og gera það skiljanlegt fyrir heiminum. Af því mér finnst það stundum svolítið vanta. Þetta, já, mér finnst í heilbrigðisvísindunum þetta vera alveg lykilatriði og heilbrigðisvísindum og þessi vísindum sem við tengjumst. Strax í grunnnámskeiði hjá mér þá ég alltaf með 20% námsmat á stóru lokaprófi. Það eru 5-6 vísindagreinar, greinar. Það er spurt þær. Ég tek oft myndbind úr greininni og segja mér hvað þessi mynd sýnir og lesið úr því. Þannig að þú verður að lesa vísindagreinarnar strax á fyrsta og öðru misseri. Og mér finnst það bara að vera, það er svolítið þessi vísindalegu vinnubrögð. Þau verður líka þá að lesa abstraktinn og lesa í gegnum greinina og geta ekki sagt, ég fer í gegnum greinina og segi hvað að niðurstöðurnar og þá er gjarnan tengt í sem við erum að gera. Þannig að mér finnst þið fá ákveðna svona, auðvitað eru slumpandi inn á velli sem fá bara 5, þeir lesa þetta ekki, en mér finnst þessi sterkur nemendur sem gera þetta vel. Þeir eru að skila sig mjög öflugur upp meistara og doktorsnám. Og það er svolítið eitthvað sem vantar svolítið í Íslandi. Ég meina það er enda að krafa verkfræðinga. Þú verður að fara í meistaranám til þess að geta kallað verkfræðing. En langflestir fara það erlendis og gera það þar. Og kannski lendir smá sjokki að þurfa að fara að gera ykkur vísindagreinar. En ég myndi segja, þú veist, mér fannst en ég er þetta útskrifast 99, en mér fannst ég vera algjörlega óundirbúin undir eitthvað svona rannsóknardót eitthvað, veit ekkert hvað það er. Bara í framhaldi af þessum endursinni gæti verkefni hjá því breyst til muna bara fyrsta línu velja efni í staðinn fyrir veljið 3 rannsóknir, þar á einn íslensk sem vekur áhuga eitthvað samlingu. Og þetta er búin að lengja þeim inn í það. Þeir gallin þess að algengt rannsókn sé kannski á Íslandi þannig að það er litla rannsóknir til á... Gallin við að gera það hér. Já, svolítið. Gallin við að gera þess að ákveðna fæi það meiri partur af þess að dóti var gert 1960. Þannig að það er svolítið erfitt að segja þú skulle fara að finna eitthvað en fræðin frá 1960. Það er miklu meira spennandi fyrir nemendurna í þessu ákveðnu tilviki að fara að sjá hvaða nýju verkefni er í gangi, hvernig verða að leysa þau, hvað eru þau að leysa. Það er svona lausnarleit og hvað tæknileg vandamál er verið að leysa. Það er ekki, ef þú ætlar að reyna að fara og lesa rannsóknir eitthvað ákveð loftnetsfylki, þá hverfur bara heil af 50, 150, 200 pappírar og þú veist ekki hvað er upp og hvað er niður af því þú þarft svo mikið bakgrunn. Þannig að það er annars svona akkilsarhæll við verkfræðina finnst mér. Í sumum hlutum, eins og veit það er alltaf verið að sneiða niður vísindagreinar meira og það eru alltaf takmarkari. Það er sérhæfðari. Þannig að ef maður ætlar að segja ég hefði getað gefið verkefni þar sem að því að finna eitthvað rosalega lítið. Ég ákvað að gera eitthvað sem væri frekar stórt og auðskiljanlegt. Vegna þess að það er bara skemmtilegra. Það skilja það allir. Það er frekar leiðilegt að sitja undir þurrum fyrirlestri það hvernig AB afleiður af þorskígildum frá 1734 hafa áhrif á markaðsgildi 1946. Þannig að það var bara mitt val. En það hefði auðvitað hægt að segja nú ætlum við að hafa verkefni það því ég ætla að læra að lesa vísindagreinar. En það hefur ekki verið áhersla á það verkefni, ekki. Það er mjög mikill kúltúrmunur á því hvernig, og þú ert náttúrulega að kenna þeim til verka í þínu fagi og meðan þeir eru að kenna þeim til verka í ykkar fagi og það getur verið þó að rannsókna áherslan á sviðinu sé ólík, það er kannski fleiri annars konar. Ég hef alltaf verið þannig þykjandi að mér finnst ég ekki að kenna íþrótta- og heilsufræðinemum og lýðheilsunemum og ég er alltaf þannig þykjandi að ég er að kenna ákveðna manneskju, ákveðna þekkingu. Ég er ekki að mennta henni ákveðin box. Ég er alltaf verið á móti að mennta þess að ég er ekki að tala grunnskólakennara. Þetta eru upplýs- og menntunarfræðingar sem eru að vinna með þessa þætti í samfélaginu. Þess vegna finnst mér menntun eiga að vera að snúast meira að þú ert að búa til ákveðin þekkingu, þverfaglega þekkingu sem hefur skírskotandi einn ákveðin sviðs. Ég held að með þessu allt og læstir ykkur ákveðin boxu. En þú ert náttúrulega í leiðinni að undirbúa fólk undir ákveðin skilgreind. Já, þú þarft að hafa ákveðin grunn, þú þarft að hafa ákveðin basic þætti sem þú verður að vera með.
En það er sveigjanleiki. Og mínir kennaranemendur sem ég að segja þeir áhugavert að lesa rannsóknir, þeir segja já, það er örugglega mjög áhugavert Guðrún, en viltu fyrst hjálpa mér hvernig á ég að halda að í bekk? Ég ætla ekki að lesa rannsóknir það hvernig á að gera, ég er bara að vita það hér og nú. Þannig að þú situr í flugvél og hún að hrapa og vilt ekki að flugmaðurinn hafa lesið fullt af rannsóknum með flugvél sem hann hrapa, þú vilt bara vita hvernig á hann að lenda þessari vél, sko. Þannig að það er svona togast alltaf á þetta mjög svo praktísk að kynna til verka og svo hitt sem manni sjálfum finnst að ef þú hefur þessa hæfni að nýta þér rannsóknir í starfi þá sé mjög mikið unnið sko. En okkar reynsla, mín reynsla að kenna framhaldsskólakennurum er að þegar þeir koma aftur tilbaka eftir 5 ár í reynslu kannski að segja nú erum við tilbúin að hlusta á þetta sko. Ég held að það sé mjög alveg eitthvað aðeins að breyta sig. Það fólk sem að vakna til vitundar það að láta einmitt að lesa greinarnar og reyna að vera að gera svona. En það er svona hægt og bítandi. Já, sem er að gerast. Ég held að þetta sé mjög áhugavert efni til umræða því með sviði. Heyrðu, tíminn er floginn og ég sé að enda hóstaðinu. Ég bara þakka ykkur báðum kærlega fyrir komin og ykkar fram á.